Ég persónulega þegar ég að gera svona verðmeta þá ég það hægt að fara alls konar leiðir í þessu en ég til dæmis kýs bara að setja ekki einhvers konar svona eitthvað áhættu álag á áskriftarkröfuna út af einhverju svona óvissu heldur ég bara reikna út áskriftarkröfu bara samkvæmt svona hefðbundnum fræðum og svo sér maður bara munin á og reikna ég kannski frekar bara svona sem ég kalla fólgna áskriftarkröfu sem þá hvaða áskriftarkröfu þarf ég að gera til þess að fá markaðsverðið í dag og þá rauninu bara munurinn þar á milli einhvers konar áhættuálag sem markaðurinn að gera og svo það þá bara fjárfesta að meta er það mikið eða það lítið. Það mjög eðlileg nálgun vegna þess að þessi pólitíska áhætta náttúrulega mjög erfitt að sjá hana fyrir í sjálfum sér. Og líka erfitt að segja þú veist, gerum það verkum að það vera 1% álag eða 2% eða 3%, menn geta haft bara mismunandi skoðunar á því sko. Já. En eins og við sjáum hvað sjávarútvegurinn að gangi gegnum með þetta en af því að ég veit að þú ert mjög vel heima inn í bankakerfinu og þú nefnir það ætti við að hluthafar því að nú Íslandsbanki komin í eigu nýra hluthafa, ættu þeir að hugsa til þess að það gæti verið eitthvað slíkt álag, þú nefnir að það auðvitað miklu skattar á bankakerfinu og þegar komni skattar þá oft viljið til þess að hækka það. Já, ég sko auðvitað vona ég að það verði ekki en þessi umræða náttúrulega bara alltaf til staðar og kannski mismikil eftir flokkum og svona sumir geta verið fljótir að fara á vagninn og segja þú veist, bankarnir að græða svo mikinn pening og það þarf að setja einhverja auka skatta og ég ekkert endilega að setja þetta í samhengi við sko hversu mikil peningur bundin í kerfinu arðsemin hún ekkert gríðarlega há og hún lægri oft á tíðum heldur en í löndunum í kringum okkur sko og þrátt fyrir það að við séum með hærri vexti hærra vaxtastig þannig að umfram ávöxtun bankana er bara mjög lítil á Íslandi með við annar staðar sko en samt þá maður ekkert hissa þó að það fær einhver umræða af stað þetta þó ég sé aftur, ég alls ekki sammálaði að það ætti að hækka skattana og eitthvað ætti að lækka þá þannig að það geti bara gert það verkum að það verður þetta auka samkeppnishæfni bankana gagnvart erlendum bönkum og það verður þetta að minnka vaxtamunin til neytenda á Íslandi.